Góðan daginn, kæru vinir. Allt gengur þetta eins og klukka og allt á sínum stað. Umhverfið skiljanlegt og þekkjanlegt. Umhverfið svona eða hins einn en þetta það sem við nótustu við að þessu sinni. Hvað sem framtíðin ber í skauti sínu, veit ég ekki. En ég veit að orð Guðs mun óma og hljóma áfram eins og verið hefur og þannig að við erum allavega róleg að því leyti til að geta verið örugg með það. Veistu af hverju? Þessi Drottinn hefur alltaf verið. Hann á sér ekkert uppaf og á sér engan endir. Og við mörg hver við þekkjum vinnubrögð Drottins og sjáum að hann hefur gert allt fullkomið og starfar með þetta fullkomna eins og það væri fullkomið. Sem sagt, það sem hann gerir endanlegt svar til okkar. En því miður, þá hefur það nú oft verið að við höfum ekki alveg meðtekið þetta endanlega svar og höfum gripið inn í atburðarás og hringrás með einum öðrum hætti, en höfum alltaf þurft að súpa því seiðið að hafa gert það. Ég veit ekki hver dæmin eru mörg nákvæmlega þetta, en ég veit að þau eru nú nokkuð mörg þegar upp staðið. Þannig að dæmið alveg borðleggjandi, að þegar við ófullkomið fólk með alveg 1.000.001 skoðun og öllu og engu, þurfum að hlutast til það sem fullkomið, þá það beint skemmdarverk á hinu fullkomna verki. Og það getur aldrei leitt til neins annars en að einhvað gerist það sem síðar kemur okkur í koll og kemur okkur jafnvel óvörum. Því að þannig var það nú að við töldum okkur vera að gera rétt með þessu og með hinu, en vitum ekki að við erum takmarka fólk, hvert og eitt okkar. Þetta kemur gáfnafar ekkert við erum ekkert að tala neitt það. En við sjáum ekkert nema andartakið, en höfum alltaf haft aðgangað orði Guðs sem segir að hann vinni fullkomið verk. Og hvað merkir þetta? Ég þarf trú til þess að ná upp í þessar hæðir sem að orð Guðs En það hefur nú aldrei verið áfátt og ef þú horfir í kringu því í dag, þá nú ekki mikið verið að svona básúna og tala upp orð Guðs. Það. Og hvað sjáum við í staðir? Endalausar áhyggjur af því að við erum að staga í göt sem við höfum sjálf búið til. Setjum bót á nýja bót og gamalt, eins og segir, og það gengur aldrei upp, að við erum að hrófla við því sem fullkomið. Svona talar trúin til okkar og bara trúin ein, því að trúin gefið að sjá þetta með þessum hætti. Fólki ekki gefið að sjá þetta með þessum hætti, en það getur fengið þessa sjón og sýn og skilning af því að trúa. Og hvernig fáum við trú? Ég skal segja hvernig við fáum trú. Trúin gjöf frá hinu fullkomna Drottni sem gerði allt fullkomið og hann stjórnar því hverjir fá trú og hverjir ekki. Akkur hann með þessum, vinnur hann með þessum hætti. Ef ég vissi það, þá verði ég sennilega reyndari manneskja en þú. En ég veit það ekki. En ég veit bara að þetta fyrirkomulagið hjá Drottni og svona starfar hann. En hann segir við mig, Konráð, verkin mín eru fullkomin. Og ég segi við Drottinn, ég trúi þessu. Og ég get bætt því við, ég vil. Þess vegna ætla ég allavega ekkert að vera neitt að hrófla við því sem að þú hefur gert. Ég vil bara ganga inn í því umhverfi sem þú hefur búið mér.
og ég vil vera manneskjan sem að betrumbætir það umhverfi. En allavega rek ekki nývíða hér og þar, þó ég telji að nýstunga sé af hennu góða, það er svo margt sem við erum að pæla, en orðið segir að það er það ekki. Af því það er fullkomið, það var sett niður sem fullkomið verk og áttum við okkur á því hvað orðið fullkomið merkir. Ég er ekki viss að við veltum því svo mikið fyrir okkur, en það liggur í orðunum að það merkir það sem það segir, fullkomið. Og hvaða okkar verkum er fullkomið? Hvaða okkar verkum til að mynda krefst ekki þess að við förum yfir það reglulega og stögum í það sem við sjáum að andbögurnar eru. En þannig er ekki verk Guðs. Menn hins vegar hafa skoðanir, og það er gott að hafa skoðanir. Maðurinn er vitsmun að vera, þið verður aðtúa það, og hún hefur skoðanir. En fer alloft út í það að hrófla við sköpunarverkinu. Er þetta ekki rétt? Við sjáum bara afleiðingarnar af því út allt, að einmitt svo hefur verið. Við tölum hamfara hlýnun. En ég vil miklu frekar rekja þau mál til annarra þátta, til mengunar og til þessara inngripa mannsins í landslagið. Við erum að fylla upp út í sjóin og við erum að búa til nýjar eyjar jafnvel út allt. Það er til að mynda sagt að Kastrup flugvöllur í Kaupmannahöfn, hann sé manngerð eyja, sé á manngerðri eyju. Og Kastrup flugvöllur er nú ekki beint lítið svæði. Og það eru til fleiri eyjur, þetta til að mynda í Danmörku, sem eru manngerðar eyjur. Þar er ein stærsta skip, eða var ein stærsta skipasmíðastöð, starfrækt, og hún var náttúrulega víða þarna á Kaupmannahafnarsvæðinu, og eitt svæði sem hún hafði, og hefur, ég veit ekki hvernig þessi mál er í dag, hvort að þetta sé til ennþá, það var á manngerðri eyju, sem var einhverjir, ég kann nú ekki að nefna þetta, en þetta var manngerð eyja, þarna út í sjónum, sem hafði ekki verið áður. Og við sjáum að með þessum hætti erum við að raska hlutföllunum í sjónum. Og hvað gerist þegar að búið er að gera manngerða eyju hér og manngerða eyju þar? Á öðrum stað heldur en að þær voru, yfirborð hafsins hækkar. Það bara liggur í hlutarnas eðli að þetta er með þeim hætti, og þetta er partur vanda sem er í dag. Það getur vel verið að þetta aftur á móti, þessi röskun, hún hafi það í för með sér að hlýnun á sér stað. Það er alveg mögulegt, því að við erum að tala um það sem við erum að hrófla við en er fullkomið. Að það er varasamt. En þetta höfum við verið að gera, aftur og ítrekka, og hælum okkur af að hafa gert, en kannski ekki lengur. Þegar við erum að sjá afleiðingarnar, og ég tala nú ekki ef við vöknum ykkur tíma upp við það, allt saman að við höfum verið að vinna jörðinni tjón með svo mörgu. Við tölum alltaf mengunina. Hún er náttúrulega ekki góð. Við veitum af hverju mengunin er. Hún er að því að menn er að framleiða og offramleiða og henda og alls konar. Búa til vöru sem endist í stutt og þá er henni hent, og það er allt að fyllast af sorpi. Allt. Og við þessu á þetta fullkomna verk Drottins að taka, en það er ekki að ráða við það. Af því við erum svo gráðug, við erum svo upptekin af því að
þjána peninga og svo það nú að öll okkar afkoma, hún miðast við umræðina fjármagn. Það ekki rétt. Allt. Og hún vex ásmegin að því að umræðan, hún æ minna hann sem þetta ætti allt saman að snúast hinn fullkomna uppreisna Jesús. Já, uppreisna. Það felst nú aldeilis margt í þessu orði uppreisa. Það felst til að mynda það í því að ég, segðu þetta með mér, ég þarf ekki að deyja. Ég mun rísa upp, alveg svo Kristur. En þessi boðskapur á ekki hljómgrunn núna, vegna þess að við erum svo upptekina svo mörgu öðru. Við sjáum að skemmdarverki stóra og stærsta í mannlífinu Satan. Við vitum hvernig hann kom inn. Að Adam bauð hann velkomin í raun og veru. Hún fannst það spennandi. En ég held að engum í dag sem að þekkir til málsins finnist það nú mikið spennandi. En hann út allt að gera nákvæmlega það sem hann hefur alltaf gert, stela, slátra, eyða. Þetta hefur ekkert breyst. Og hann að nota það fólk sem hann getur nota í þetta skemmdarverk sitt. Hann í stríði við Guð. Og að því hann eigingjarn, þá notar hann okkur, fólkið, í þetta stríð sitt. Hann hvetur til alls konar. Hann veit að ég og þú og við sjáum bara andartakið. Kannski sá hann þegar var verið að smíða fyrstu bílvélina. Til dagsins í dag. Og við sáum náttúrulega alveg, þetta ekki smáræðis verk. Og við kannski segjum ennþá, En við sjáum miklu, miklu meira. Við sjáum mengun. Og við sjáum meira. Við sjáum alla þessa græðgi sem hefur fyllt heiminn að sorpi. Og alls konar. Og við erum að kenna oft öðru en fyrir ástandin í dag. Við viljum ekki horfa á það sem við höfum gert sjálf. Að við höfum raskað hlutvöllum. Gert þetta og gert hitt til að raska hlutvöllum. Vatnið, það hefur ekki lengur færa leið eða góða leið til sjávar. Að við erum búin að breyta svo mikið landslaginu. Við erum búin að þrengja árfarði. Og þeir taka ekki lengur við þessu vatni sem að því ætlað að taka við. Og vatnið sem að rennur af fjöllum í leysingum og öðru slíku, það bara heldur áfram að koma. Og ef þetta væri allt eðlilegt í hinni fullkomna verki Drottins, þá væri þetta ekkert vandamál. En þetta vandamál að við erum búin að hrófla við svo mörgu. Þannig ástandi í dag ekki dag einhverju einni ástæðu. Við getum talið óteljandi ástæður sem að verða þessu valdandi að við erum að glíma við það sem við erum að glíma núna. En hver hlustar á svona? Þetta nú bara það sem Við þurfum alltaf að bera gæfu til þess að koma með orð Guðs inn í málið, því orð Guðs sannleikurinn sjálfur. Já, við rekjum ástæðurnar til þess að við höfum verið að gera það sem við höfum aldrei átt að hrófla við. Við segjum, já, þá verðum við náttúrulega aftur í steinöld. Ég veit ekkert það. En ég veit að manneskjan hefur alltaf verið eins og hún Og gert alltaf, gert svona svipað, hún hefur alltaf gert, hún hefur svipað að þanga. Og þetta sjáum við þegar við lesum Biblíuna, sem lesum hana, ef þú ert að lesa til dæmis elstu sögurnar í orði Guðs, þá ertu í raun og veru bara horfa á fólkið í dag,
það hefur ekkert breyst. Margt í þanga Adams og Evu, hann var svipaður hjá mér og þér, er ekki? Og tilfinningarnar sem Adam var með, eru við með í dag. Hverja voru þær til dæmis? Adam, ég veit ekki hversu lengi hann var einn. Og Drottinn sér að honum leiðist. Er þetta ekki ennþá í dag? Stundum leiðist mér ósköpun öll. Og líklega gildir saman þig. Adam, honum leiddist. Og þá komum við að því, þessu hugtæki að maður er mannsgaman og hann fékk til liðs við sig aðra manneski sér líkri, Evu. Þarna er auðvitað komið mynd af hjónabandi, því að maður og kona þau geta barn og Drottinn bjó til hjónabandið til þess að búa til einhverju umgjörð utan það sem kæmi og hvað kemur. Og það koma börn. Og þau búa saman. Það er vilji Guðs í einhverju rými sem þau hafa komið sér upp. Eða hvernig sem það er. Þetta er vilji Guðs. Og þetta var með fyrstu manneskjurnar. En það kemur strax í ljós hvað gerðist. Hverjar afleiðingar ákvörðunar Evu og Adams og Evu, voru. Við þekkjum söguna Kain. Hann drap Abel bróður sinn. Og við stakkurju. Hann öfundaði hann og við stakkurju. Að verk Abels voru í augum Drottins betri en verk Kains og það var nóg. Að Kain dæmir hann í raun og veru til dauða. Losna við þessa hindrun í sínu lífi. Af hverju hindrun? Ætli Kain Abel hafi ekki verið svona eitthvað í hjarta hans sem nutta hann. Hún fannst það óþægilegt. Og hvað gerum við sem okkur finnst óþægilegt? Mörg á okkur. Við losum okkur við það. Við sjáum að strax kemur upp þessi hugsun hversu mannslífið í augum manna og kvenna er einlega lítils virði. Þú drepur ekki mann nema af því þér finnst hann ekki vera þess verður að fá að lifa. Sem að þú ert orðinn Guð. En Guð einn sem ég trú á, hann á að fá að ráða þessu. Þess vegna erum við alltaf að reyna að koma honum að. Við erum alltaf að reyna að koma honum að líka til þess að menn sjáu að til þess að eiga gott líf þá þarf þetta að vera með. Og til að þess að þetta haldist og sé með þá þurfum við visku sem sér að Drottinn einn gerir fullkomið verk. En ég aftur á móti eins og ég gæti skemmta en ég þekki Guð nógu mikið til þess að það hvarflar ekki einu sinni að mér. Að vera neitt að hrófla við því, en ég tilbúin til þess að benda á ástæðinu fyrir mörgu sem að gerast í dag. Inngripa mannsins inn í sköpunarverk Drottins sem fullkomið. Og þetta meira að segja svo örugt að það ekki margir sem raun og veru þræta fyrir þetta. Og þeir sem kannski þræta fyrir þetta, hætta fljótlega að þræta því þeir sjá eftir að hafa kíkt aðeins betur á máli að bara svona þetta. Staðreyndir. Þær tala alltaf sínu máli. Og staðreyndin að Drottinn gerði allt fullkomið. Og hvað sagði ekki Kristur? Hver voru ekki síðustu orð Krists á krossinum? Það fullkomnað. Og hvað átt hann við? Til þess að Konráð Rúnar Friðfinnsson, nefndu nafnið, hafi mögulega á því að komast þangað sem ég að fara, gæti hann ásagt, hugsað með sjálfum sér, þá allt
klárt. Þetta er ekkert af þessu mitt verk, en það. Var ég uppi þegar Kristur var uppi? Það er þarna rúm 2000 ára á milli. Og það er langur tími hjá okkur. En ég fæddist 2000 árum seinna og ég gekk beint inn í þetta umhverfi. Það er fullkomnað. Og þú hefur nákvæmlega sama möguleika og allir aðrir menn til þess að eignast þennan upprissu kraft og hann er gjöf. Alveg eins og fullkomin náttúra af hendi Drottins er gjöf. Er það ekki? Hvað gerir þú til þess að gera hana fullkomna? Þú bara fæddist inn í hana og fékkst þessa arfleið. En að því að maðurinn misti takt við Guð við syndafallið, þá er ástandið eins og það er. Já, við fóum alveg svo agalega flotta hugmynd. Vá, segjum við, einu sinni enn. Og við förum að framkvæma. Og við förum að gera svo margt. Svo byrjum við að selja. Svo byrjum við að selja. Svo byrjum við að henda. Og fleygja og kasta. Vegna þess að við þurfum að, þetta gengur allt úr sér, jafnvel þó að ekkert bröðl sé, þá ganga allir hlutir úr sér. Og við, þetta er orðið svo mikið magn, að við vitum ekkert hvað við höfum að gera við þetta. Vandamál. Við sjáum að þessi vandamál þau eru algjörlega heima smíðuð. Við getum ekki sett fingurinn og neitt nema þetta að þessi vandamál eru heima smíðuð. Að því við þekkjum ekki Guð. Og það gengur erfiðlega að koma fólki í skilningum að þetta sé svona og útiloka í raun og veru því að okkur sem þekkjum Jesú er gefin aðgangur að sannleikanum. Ég get engan veginn hælt mér fyrir það að hafa aðgang að honum. Mér var bara gefin og veittur þessi aðgangur og Drottinn hefur notað mig til að segja. Og ég kann vel við að geta flutt sannleikan bæði sjálfum mér og öðru fólki. Ég líkar það vel. En þetta er ástæðan fyrir því að svo er komið með hana ágæta heim, yndislega heim, að hann er allur skrumskældur orðinn og við ekki batnandi, hann versnar frekar en hitt, að þessu leiti og svo mörgu öðru leiti. Og við erum við sama heikvarshornið. Fæst okkar leitum Guðs, niður vilja Guðs. Og ef ykkur nefnir þetta, þá verð þú bara fyrir utan, þú verð ekkert erindi hér. Svo halda menn áfram í sömu vitleysu og þeir hafa alltaf verið. Nei, vinir, við þurfum að segja mikið af Guðs orði. Við þurfum að tala mikið um Guðs orð. Og við þurfum umfram allt að vera þetta Guðs fólk sem ég veit að margir eru. Og ég veit líka, að ég þekki sjálfa mig, að öll getum við orðið miklu öflugra trúað fólk heldur við erum. Og hver tekur ákvörðunum það? Þú fyrir mig og þetta, þú ert með þetta alveg á hreinu. Nei, það er ekki þannig. Ég verð að taka ákvörðunum þetta sjálfur. En þú hins vegar getur alveg hvatt mig og ég get hvatt þig. En meira getum við ekki gert. En Drottinn er með orðin sín, vakið. Vinni góð verk, vinni verk í Jesú nafni. Hugleiðið mig á hverjum degi. Og svo framvegis. Þetta er það sem hann segir. Og svo segir hann þessa lykilsetningu, ég mun vel fyrir sjá. Þetta er ekkert lítið sem við erum að tala um. En hver margir sjá einhvað við þetta? Ég sé það. Og ég reikna með því að þú sem ert kristin manneski sem ert að hlusta á þessu orð, gerir það líka. Hvað meira erum við að gera til þess að
koma þessu á réttan kjöl. Og hvernig setjum við þetta á réttan kjöl með einni aðferð? En við gerum ekki neitt reyndar. En það gerist með einni aðferð. Drottinn gefur manneskju trú. Alveg eins og hann gerði við mig, hann gaf mér trú. Og síðan hef ég fylgt lifandi Guði í trú. Og þess vegna tala ég eins og ég tala. Ég tala það að menn í vanvisku sinni, ekki endilega illgirna, nei, ekki illgirni, ég vil nú ekki taka undir það. En í vanvisku sinni hafa þeir gert svo margt að þeir sjá ekki lengra en bara þetta umhverfi sem þeir eru í, bara eins og ég núna. Ég sé þetta umhverfi sem ég er í og ekki söguna meir. Veit hvaðan ég kom? Ég kom að heiman. Og ég fer þangað líklega aftur að þessu verki loknu. En meira veit ég ekki. Þess vegna er það svo gott að hvíla í því að laga axlabundi sín, þetta alltaf skokka á mér öxlin, ég har rétt hana. En hvað með það, og nú er ég búin að gleyma því hvað ég ætla að segja, og það er bara alltaf leið, að svona vera hafðfyrringur, við getum ekki hugsanum eitt í einu. En allavega geti lítið á klukkuna, hún líður, ég sé það, og mér líka það nú vel, klukkan líður. En það er Guðs orð. Og það er gott Guðs orð, það ekki? Ég elska Guðs orð. Og ég hef aldrei verð mig fyrir það að neinu leyti. Ég er stoltur af því í raun og veru að leyfa því að leika um mig. Og ég er þakklátur fyrir það að það vill fræða mig. Það vill gera það fyrir mig sem að því er ætlað að gera. Því er ætlað að láta trúna mína vaksa. Og hún hefur fengið að vaksa. Og ég er ekkert eini maðurinn sem trúin hefur fengið að vaksa í. Ég þekki marga menn sem hafa tekið miklum framförum til að mynda frá því að maður hitti þetta fólk fyrst. Ég hef líka séð fólk sem er bara á sama stað og maður sá það fyrst og það er ekki gott. Og það er auðvitað, við sjáum það öll að er í raun og veru það að fara illa með sína trú og við eigum aldrei að fara illa með neitt. Og allra síst það sem er gott og það sem er best fyrir okkur sem er trúin á Jesú Krist, hún er best fyrir okkur. Við höfum ekkert nema þessa trú sem er betra. Þetta sjáum við að því við eigum til trú. Við getum ekkert hælt okkur neitt fyrir það. Þessi trú er gjöf, en við aftur á móti höfum viljað að hún yxi í okkur og þess vegna tölum við svona. Að við tölum af sannleika. Að trúin er góð. Hún er ekki eitthvað sem að maður er í fílu í annars slagið, en það er aftur á móti kemur að veikleika okkar mannana. Að þessi átök öll eru. Af hverju? Er þetta ekki sjálfsagt mála að þetta sé bara þannig að við séum bara með uppliftar hendur og gerum þetta með þeim hætti? Það væri þetta æskilegt, en ég hef val. Og ég hef fullur af tilfinningum alveg svo þú. Og alls konar þanga alveg svo þú. Og þetta er allt saman og fullir í ferð í mér, alveg svo í þér. Og allt þetta sem er í mér gerir að verkum að stundum á ég erfiðleikum með að rækta trú mína með Guði og til Guðs. Sem hjarta mitt og trúi mín og allt í mér hrópar eftir. En ég þarf að velja þetta. Ég þarf að vilja fara þangað. Og það er dagleg ákvörðun. Sem Drottinn mun aldrei hlutast neitt til hvort ég noti eða noti ekki. Og þá fór það hérna meginn, neðu var það samáðan. Ja, ok. Þetta er eitthvað, hún er eitthvað skakk þessi öxl. Þannig er nú minn Guð. Hann tekur aldrei fram í fyrir hendurnar á mér
og sjálfum finnst mér það alveg stórkostleg gjöf. Við erum frjálsbornar manneskjur og mér finnst það alveg stórkostleg gjöf. Það ekki? Það er eins og það rétt að stundum er ég ekki mjög skynsamur í vali. Akkur haldið þið við sem að boða trú? Akkur haldið þið að við sem erum trúað sem að hvetja menn til þess að standa vaktina í Jesú nafni? Það er vegna allt sem er í okkur, hugsanana, tilfinningana og allt þetta sem við sem menn erum að glíma við. Ekki segja mér að þú glímir ekkert við þetta, því að þú ert að glíma við þetta meir og minna alla daga. Og ég segi og hæli að þú munt aldrei losna við þetta. Þetta eru góð skilaboð í raun og veru. Það er að segja, ef við tökum þeim rétt, ef við áttum okkur á því að þetta er hróp til mín það að vera í Guði núna. Drottinn er alltaf tilbúin til að gera alltaf besta fyrir okkur. En það hef ég séð, það hef ég lært og það hef ég skilið að Drottinn verður alltaf að fá þetta kall frá mér. Af hverju? Hann hefur sagt það sjálfur að ég sé frjáls. Og ég get gert hvað sem ég vil sjálfur. Það sem ég vil, það get ég gert. En er það allt viskunum merkt? Við vorum að tala hér í upphafi það, nei, að verkin okkar eru ekki alltaf í viskunni gerð. Að við sjáum svo skammt. Og ég hef líka séð það, og þú örugglega séð það með mér, að þú getur fundið allar þessar hugsanir og allar þessar þanga í orði Guðs. Við höfum ekki lesið lengi í Biblíunni þegar við lesum fyrsta morðið. Við höfum ekki lesið lengi í Biblíunni þegar við sjáum ástæðuna fyrir því að manneskja var myrt. Öfund. Er hún ekki ennþá alveg og fullu? Þið sjáu að þetta fólk sem eru forverar allara manna var eins og ég. Að þróun hefur engin orðið. Þannig séð að þessu leyti, annað er með þekkingun og hún hefur auðvitað vaxið stórum. Það er allt annað mál. En í eðli okkar erum við þetta fólk. Tilfinningaríkt, við erum svegt og við erum ofsaglöð og allt þar á milli og þetta er allt á fullu í okkur. Og ég verði að hryggja þig með því að segja við bæði sjálf og með aðra, þetta fer aldrei. En í Guði, hér og nú, getum við unni bug á þessu. En aðeins í honum. Að því að, takt eftir því sem ég segi, hann gerði allt fullkomið. Þannig að þú hefur lausn, þú hefur leiðað þessu fullkomna verki hans, en ertu til í að nota það? Það er hinn endalausa eilífa spurning. En þeir sem fara þessa leið, þeir eru hamingjumegin í lífinu og þeir sjá, við lærum sem betur fyrir þá lærum við og reynum, að þetta er einfallega betur og það er það sem fær okkur til að gera þetta aftur með þessum hætti. Að við sjáum að þetta er betra, þetta er betri leið. Við skulum ekki gera lítið úr orði Guðs. Við skulum ekki efast sannleiksgildi orðs Guðs því að við höfum birtingamyndirnar allt í kringum okkur og öllum tímum, ef við bara viljum sjá það. Að ástæðan fyrir því sem við erum að glíma við í dag og gefa mörgum illa að sofna nótt, má rekja til þess að við sáum ekki lengra nefi okkar
þegar þetta var að fara af stað. Og þannig er þetta enn. Þú sérði ekki lengra nefið þínu með neitt sem þú ert að gera. En skynsamur maður og skynsam kona, hún smíðar áætlanir, svo kafar hún í söguna til að kynnast þér málið betur, til að mynda hvernig þetta byrjaði. En hvort hún sjái verkin sem afleiðingar því sem er í dag er annað mál. En það eru afleiðingar af öllum verkum. Sum afleiðing verkana, hún heitir mengun í dag. Sum afleiðing verkana, hún heitir að við þurfum að stýra og stjórna öllum fiskistofnum okkar í höfunum. Hvernig var ekki með hvalveiðarnar á 18. öldinni, 19. öldinni? Og við gengum svo hastalega fram í hvalveiðunum að við vorum nánast búin að eyða öllum hval þegar það loksins voru stöðvaðar. Hvallýsi notuðu borgir í Evrópu margar til þess að lýsa upp göturnar. Hugsaðu ykkur þvæluna. Og menn hugsaðu ekkit það að þessi hvalastofn hann var takmörkuð auðlind. Menn hugsaðu ekkit það. Þeir bara fóru og sóttu hvali og svo fenguðu lýsi úr hvalnum og borgirnar voru að nota þetta til þess að við rötuðum í myrkrinu í borgunum. Og það er gott mál sem sagt að lýsa upp borgin. Þetta var ótækt að gera þetta svona. Við komumstum að því seinna. Og þá var allar hvalveiðar stoppaðar. Svo eins og alltaf áður, ofta áður, þá gengur það út í öfgar. Skepnan er fyrir okkur til þess að, já, til að mynda nota til matar. Og þannig bara er það. Við erum dýravinir og miklu dýravinir og allt saman það, en við erum alveg til í að veiða dýr saman. Það er allt annað mál. Við erum ekki ennþá komin alveg á þann stað að við kaupum þetta bara í bónus. Eða nettó eða þessum búðum. Það þarf að sækja þessa bráð. Og til að fá bráðina þá þarf að slátra henni. Þess að líf fjarar úr bráðinni. Þá getum við skorið hana til í þær ræmur að bita sem við viljum og steikjum eða sjóðum að gera hvað sem er við. Þetta er einn fullkomni veruleiki lifandi Guðs. Hann setti þetta svona fram. Þannig það er nóg að mat til í heiminum af því að Guð gerði þetta allt saman fullkomið. Það verður aldrei hægt að upp á hann neitt að klaga. Hvernig síðan við hefum kerfin okkar hafa skilað, það er allt annað mál. Kerfi mannana er ekki algjörlega uppskrifuð af Guði. Það getur vel verið við séum ykkur guðlega þanga þar inni, en að í heild séð þá er það ekki. Líklega hvergi. En ef við værum þar, þá er þetta fullkomið líf hjá okkur. Þannig við getum þetta, en aldrei ef við höfum Guð fyrir utan. Því hann sér þetta, hann er þetta, fullkomna líf. En hversu erfitt hefur ekki verið fyrir marga að skilja þetta? Já, það er erfitt fyrir marga að skilja sannleikann. En breytir ekki því að sannleikurinn verður áfram en syndislegi sannleikur. En mitt val, hvort ég vilji leyfa honum að halda utan um mig eða ekki. Í Jesú nafni. En ég sé að tíminn er kominn og ég ætla að laga axlabundi mín einu sinni enn því að þér líkar það svo vel að ég geri það. Þau finnst það eiginlega ómögulegt að hafa svona af kallinu maður. En ekki sjá þetta. En ég kveð og verð svo aftur eftir viku.